Já, ég heiti Ólöf, ég er fyrrverandi hlaðmaður hjá Icelandair á Reykjavíkurflugvelli og þar sinnt ég jafnframt stöðu trúnaðarmanns. Hlaðmenn sjá bara flest sem kemur að því að senda flugvél í burtu af Reykjavíkurflugvelli. En þetta er mjög líkamlega erfið vinna. Samkvæmt til dæmis vinnueftirlitinu þá er einhver viðmið 2-3 tonn á dag og þá áttu að hætta að vinna sem áttu að lyfta. Og við erum oft bara búin með það á fyrstu 3 tímanum, skilurðu. En það er undanþága fyrir svona flug og fisk held ég. Þannig að fólk sem er í þessum vinnum er yfirleitt að vinna svona aðeins líkamlega erfiðari vinnu heldur en gengur að gerist. Við erum 12-15 held ég, mesta lagi. Við vorum held ég 24 að sinna þessu þegar ég byrjaði. Ok, hvað kemur til? Sparnaður. Hlaupa hraðar. Trúnaðarmannsstörun, ég hef alltaf, svona pælt í réttindum og eitthvað svoleiðis, en svo tók ég við þessi starfi. Maður einhvern veginn sér mikið meira hversu mikið er að, bara af því að fólk er orðið svo vant í bara að sætta sig við það. Sérstaklega í svona störfum eins og við erum að sinna, þar sem að til dæmis, ef maður bara horfur á mönnunina, 12 menn núna sem að 24 voru að sinna fyrir kannski 2-3 árum, að við látum þetta ganga af því að eina fólki sem að bitnar á, sem að við sjáum, er náttúrulega farþegarnir. Og við viljum náttúrulega ekki vera leiðilegu farþegarna. Þannig að maður svona fer að læra að það er samt mikilvægt að standa á sínum réttindum. Af því að, annars fyrir þetta náttúrulega bara í ofni. Fólk fyrir að slasa sig og svona. Það er eitt mál sem kemur alltaf reglulega upp. Og hefur bara verið að koma upp bara allavega frá því að ég tók við sem trúnaðarmaður. Og það í rauninni snýst bara í svona grófum dráttum bara það að vera að reyna að færa starf af einu sviði sem tilheyrir ákveðnu sviði yfir á okkar deild, yfir á hlaðdeildina. Og þetta er líkamlega erfitt starf og þetta kemur alltaf bara reglu upp. Það er einhvern veginn svona bara ákveðið að nú eigi hlaðdeildin að sjá þetta starf. Bara byrjar á morgun og svo loksins núna þá bara ákveðum við að segja stopp og ég hafði samband við Eflingu og þau bara sendu póst fyrir okkar hönd og þá fór þetta beint til Samtaka atvinnulífsins og við höfum verið að bíða bara eftir fundi hjá þeim bara síðan í, ég veit ekki, júní eða eitthvað. Svo ákveðum við að fara að breyta eitthvað vaktafyrirkomulaginu hjá okkur, mjög gróflega, mjög mikil breyting og þá aftur hafði ég samband við Eflingu og þá bara hafði kjarafulltrúin sem ég er með, hann hafði samband aftur við Icelandair og Samtök atvinnulífsins og bað bara fund, nú þurfti bara að klára þetta. Og því erindi hefur ekki verið svarað, en ég bara, fékk svo uppsagnarbréf og þetta var 20. ágúst. Þá var fyrsti dagur minn í sumarfríi og ég mætti hann á föstudeginum 20. ágúst í vinnuna með einhverja bollakökur fyrir strákana af því ég var eitthvað búin að lofa þeim því og var búin að draga, þannig ég mætti bara eins og við gerum alveg og ætlaði að spjalla við það og eitthvað svona og þegar ég kom inn á svæðið og sitt inn í svona vinnubíl sem við kallum pramma allavega, þá fæ ég símtal og ég svara og þá er það stöðvarstjórinn sem bara tilkynna mér, en það þykir mjög leiðilegt en ég eigi von á uppsagnarbréfi með ábyrgðarpósti og ég verð bara ótrúlega hissa. Ég segi bara aftur bara ég var rekin og það trúið mér bara enginn sem ég var að vinna með, þeir bara nei, hætti þessu, þetta er ekkert fyndið og nei, ég var bara rekin og það verða bara allir ótrúlega reiðir og bara hissa og bara skilja ekkert í þessu. Það sagði mér í símtalinu að þetta hefði verið vegna trúnaðarbrests en gat ekki gefið mér neinar frekari útskýringar á því. Þá hugsa maður bara, að hlýtur að hafa verið eitthvað alvarlegt. Ég bæði trúnaðarmaður, eina konan og hún segir trúnaðarbrestur og mér dettur ekkert annað í hug en að þetta hafi verið bara eitthvað alvarlegt. Þau telja ég hafi stólið einhverju eða, ég veit það ekki. En já, svo náttúrulega bara líður og býður, ég þarf að býða alla helgina bara, ég ger ekki annað en að fara bara yfir bara síðustu daga, vikur, mánuði og ár, bara hvað gæti ég hafa gert
Svo á mánudeginum þá frétti ég frá strákunum í hlaðdeildinni að á föstudeginum og á mánudeginum, þá sem sagt eru allir búin að vera í vinnu, að þá hafi stöðvarstjórinn sem að hringdi mig kallað alla á fund og sem sagt farþegaafgreiðsluna og hlaðdeildina. Hún kallar þá alla saman þangað upp í farþegaafgreiðslu og tilkynnir hlaðdeildinni fyrir framan farþegaafgreiðslunni að mér hafi verið sagt upp vegna alvarlegs trúnaðarbrests. Og eins og segi, ég fór bara aftur í eitthvað panik. Sem betur fyrir fengum fund 2 dögum seinna, 27. ágúst, ástæður uppsagnar. Og þar sögðu þau að þetta væri vegna, ástæður uppsagnar væri vegna samskiptavanda. Ég væri bara hvöss tali, erfið í samskiptum. Fólk væri jafnvel farið að veigra sig við að hafa samband í talstöðinni. Og við spurðum út í trúnaðarbrestinn. Það var eitthvað reynt að klóra við það. Það var enginn sem sagði neitt trúnaðarbrestur. Og spurt út í það að ég væri trúnaðarmaður og ég er enginn trúnaðarmaður. Svo bent á það að ég væri líka öryggistrúnaðarmaður sem að í rauninni mannauðsstjórinn sá að í rauninni tilnefna mig og annan hlaðmann. Við sinntum þessu tvö. Þau könnuðust ekkert við að ég væri trúnaðarmaður eða öryggistrúnaðarmaður. Já, náttúrulega samkvæmt kjarasamningum þá bara bannað að segja upp trúnaðarmönnum nema að hann gerist gróflega bara brotlegur í starfi. Það þarf virkilega að vera góð ástæða til að segja upp trúnaðarmanni. Ég náttúrulega sé enga aðra ástæðu heldur en bara störf mín sem trúnaðarmaður. Svo bara sem ég var búin að vera heia bara síðustu vikur, mánuði. Og ég held að það sjáu það enginn öðruvísi. Bara í hlaðdeildinni hafa allir sammála mér í þessu. Ég hef talað við aðrar deildir upp á Reykjavíkurflugvelli, flugmenn, flugfreyjur, flugvirkja. Það finnst öllum þetta mjög skrítið. Að segja upp trúnaðarmanni bara sérstaklega í miðri baráttu. Þetta er bara fáránlegt. Strákarnir í hlaðdeildinni bara hafa sýnt mér svo mikið stuðning. Það kom mér ótrúlega mikið óvart. Ég vissi alveg að þeir væri ekki hræddir við mig eins og ég, var kannski búin að heyra frá stöðvarstjóranum, en að þeir myndi bara stíga upp og vera bara tilbúnir bara berjast fyrir því að ég myndi fá starfið mitt aftur. Við höfum einmitt rætt mjög mikið hvað þetta er bara alvarlegt fyrir okkur öll. Ekki bara fyrir mig að missa vinnuna, heldur bara til dæmis fyrir þá. Það var erfitt fyrir þá að hugsa sér að taka að sér trúnaðarmannsstarfið. Það er engin vörn lengur í því að ætla að tala fyrir réttindum. Þetta er svo alvarlegt fordæmi að leyfa fyrirtæki eins og Icelandair til dæmis í bara stuttu eftir að eru nýbúnir að skrifa undir eitthvað plagg þar sem þeir lofa að ætla bara að haga sér eins og maður á að haga sér í samskiptum á vinnumarkaði, að ég bara, maður getur ekki annað að klóra sér hausnum yfir því og við höfum rætt það mjög mikið okkar á milli og þess vegna var einmitt hægt að fá einn á endanum til þess að taka þessi trúnaðarmannsstarfið á meðan ég er allavega í burtu. Við vorum að vonast til þess að ég fengi starfið aftur og ég er mjög þakklátt fyrir hann hafi þorað að taka þetta að sér. Líka bara það að hann vinnur hjá Icelandair, hann er flugmaður og vill mögulega fá starf hjá Icelandair í framtíðinni og það hefur yfirleitt verið svona ástæðan fyrir að fólk vill ekki rukka bátnum. Fólk vill yfirleitt komast lengra. Skilurðu?